Síðustu helgi gengu 2 mjög slæmir fellibyljir yfir Japanseyjar og ollu gífurlegu tjóni. Gott kvöld. 4 hafa fundist lifandi af 500. Tveggja alda afmæli Reykjavíkurborgar nú haldið með miklum hátíðarbrag. Hátíðarhöldin í dag fóru fram eins og best varð á kosið og voru tugþúsundir manna samankomnir í miðborginni í blíðskaparveðri. Óveður hefur valdið manntjóni í dag, bæði á austurströnd Bandaríkjanna og í mið-Evrópu. Gott kvöld og bestu afmæliskveðjur til íbúa allra þeirra staða sem fengu kaupstaðarréttindi fyrir réttum 200 árum. Setta bílsins rétt hjá ökumanni. Robert Dole talinn sigurstranglegastur repúblikana í forkosningunum í New Hampshire fylki í Bandaríkjunum á morgun og Michael Dukakis á meðal demokrata. Samkvæmt niðurstöðum Ríkisendurskoðunar byggingakostnaður við flugstöðina á Keflavíkurflugvelli 3.000 milljónir króna, 870 milljónum krónum hærri en áætlað var í upphafi. Gott kvöld. 7-leytið í gærkvöldi var skotið á Suzuki bifreið í vesturbæ Reykjavíkur. Gott kvöld. Umbótasinnar hafa náð yfirhöndinni í valdabaráttu innan kommúnistaflokksins í Albaníu. Nú hafa 6.000 Albanar leitað á náðir erlendra sendiráða í Tirana. Landsmóti hestamanna á vindheimamelum í Skagafirði lýkur í dag en mótsgestir voru 12.000 þegar flest var í dag. Forseti Íslands var meðal þeirra sem brugðu sér á bak á landsmótinu. Nú það fyrir víst ekkert á milli mála að rétt í þessu var heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu að ljúka á Ítalíu. Samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks undir forsæti Davíðs Oddssonar tók við völdum í dag. 10 ráðherrar eiga sæti í nýju ríkisstjórninni, einum færri en í fráfarandi samsteypustjórn Steingríms Hermannssonar. Formaður Náttúruverndarráðs segir fráleitt að virkja í Vatnsfirði eins og orkubússtjóri Vestfjarða hefur hug á. Gott kvöld. Ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks undir forsæti Davíðs Oddssonar tók við völdum í dag. Ingimar. Þessi ríkisstjórn mynduð á skemmri tíma en nokkur önnur í sögu lýðveldisins eða á rúmum 3 sólarhringum. Gott kvöld, við komum víða við í 11 fréttum í kvöld en við byrjum á launamálunum. Gott kvöld. Forseti Alþýðusambandsins segir að komi ekki eitthvað bitastætt frá vinnuveitendum á næstu dögum, fari verkalýðsfélögin að leita verkfallsheimilda og þá verði erfitt að snúa þróuninni við. 20 stjórnarandstæðingar í Albaníu máttu þola barsmíðar lögreglu í dag og einnig erlendir fréttamenn.
Verkalýðshreyfingin að missa þolinmæðina og forseti Alþýðusambands Íslands gefur viðsemjendum sínum einungis nokkra daga. Sálumessa kaþólskum sið var sungin yfir Halldóri Kiljan Laxness í Kristkirkju í Reykjavík í dag. Litríkar persónur verka hans lifa áfram í íslensku þjóðlífi þótt þjóðskáldið hafi kvatt. Og báðir bikarmeistaratitlarnir í körfuknattleik fóru til Suðurnesja í dag. Gott kvöld, útför Halldórs Kiljans Laxness fór fram frá Kristkirkju í Reykjavík í dag. Komið sæl og hefjast seinni fréttir hér í sjónvarpinu. Ólafur F. Magnússon borgarfulltrúi sem sagði sig úr Sjálfstæðisflokknum fyrir jól. Við förum þá yfir helstu atriði fréttanna hjá okkur. Þýski kardinálinn Joseph Ratzinger var kjörinn páfi síðdegis í dag. Hann er 78 ára og var nánasti samstarfsmaður Jóhannesar Páls forvera síns. Og 12 rottur voru drepnar í fjölbýlishúsi í Reykjavík á dögunum eftir að gat kom á skólplögn. Starfsmenn meindýravarna borgarinnar vilja að neyðarnúmer þeirra sé kynnt betur. Átök brutust út milli vörubílstjóra og lögreglumanna á Suðurlandsvegi í dag eftir að bílstjórarnir lokuðu veginum. Á milli 15 og 20 voru handteknir. Bílstjórarnir saka lögreglunum harðræði. Ræktun á íslenskum bönunum gengur vel í Ölfusi en hún er ein mesta í Evrópu. Þar eru einnig ræktaðar appelsínur og kaffibönur. Gott kvöld, nú hefjast fréttir og Kastljós miðvikudaginn 23. apríl. Lögregla beitti kylfum og piparúða gegn mótmælendum á Suðurlandsvegi í dag. Félög tengd Ólafi Ólafssyni skulda Arion banka og skilanefnd gamla Kaupþings meira en 200 milljarða króna. Þingmaður spyr hvers vegna Ólafur fær að halda samskipum eftir fjárhagslega endurskipulagningu. Vetrarólympíuleikarnir hefjast eftir 4 daga og voru íslensku keppendurnir kvaddir með formlegum hætti í dag. Snjóleysi í Vancouver veldur áfram vandræðum. Komið sæl, nú hefjast fréttir og Kastljós mánudaginn 8. febrúar. Ríkissjóður verður hallalaus á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Gert er ráð fyrir 12 milljarða króna niðurskurði á sama tíma og skattar verða lækkaðir og kaupmáttur launa aukinn. Börn í Mýrarhúsaskóla læra afríska tréskurðarlist eftir að smíðakennarinn heillaðist af henni í Malaví. Þar í landi fá 100 stúlkna tækifæri til að mennta sig vegna þróunarsamvinnu við Íslendinga. Gott kvöld, ríkissjóður verður rekinn án halla á næsta. Kafari sem stjórnaði aðgerðum í Sveinskili segir björgunina þá erfiðustu sem hann hafi tekið þátt í. Hjartaáfall björgunarmanns leiddi til þess að leitinni var haldið áfram og lík franska ferðamannsins fannst.
Ragnar Kjartansson segir það bara fína tilfinningu að sjá helstu verk sín samankomin á yfirlitssýningu í Barbican-safninu í London. Sýningarstjórinn segir húmor og sjarma skýra velgengni Ragnars. Gott kvöld. Björgunarsveitir fundu í gærkvöldi lík fransks ferðamanns sem leitað hafði verið að í Sveinsgili í sólarhring. Tryggingar og ráðgjöfin umsvifamesta vátryggingamiðlun landsins var staðin að því að fara á svig við lög og enn að. Aðgangsharðir sölumenn hafa selt þúsundum Íslendingatryggingar og lífeyri sem fer til erlendra tryggingafélaga. Íþróttaþjálfarar fatlaðra barna fengu kærleikskúluna í ár fyrir að hafa breytt viðhorfum til fatlaðra barna og stutt við þátttöku þeirra í íþróttum. Komið sæl. Ekkert lát á starfsemi vátryggingamiðlunarinnar Trygginga og ráðgjafar sem var staðin að því að fara á svig við lög fyrir nokkrum árum. Ríkisstjórnin vill vinna upp viðhaldsskuld í vegakerfinu og útrýma einbreiðum brúm á þjóðvegi 1. Ný samgönguáætlun var kynnt í dag. Seyðfirðingar segja það svik að skyndilega hafi verið hætt við göng undir Fjarðarheiði. Þetta bara blautuska í andlit allra Seyðfirðinga. Magnús Orri Arnarsson hlaut hvatningaverðlaun ÖBÍ réttindasamtaka við hátíðlega athöfn í dag á alþjóðadegi fólks með fötlun. Framtíðin þeirra sem láta drauma sína rætast. Það bara þannig. Komið sæl. Fjarðarheiðargöng hafa verið slegin af í bili og Fljótagöng komin efst á listanum.